Lífsbaráttan í undirdjúpunum hörð og ótal sníkjudýr herja þar á fiska. Ákveðnar tegundir geta lagst þungt á þorskinn. Og gerðum úttekt á því hvaða sníkjudýr finnast í þorski. Og við fylgdum eftir 2 árgöngum af þorskseiðum, fyrsta og annað árið. Og við fundum kringum 30 tegundir mismunandi sníkjudýra í þessum árgöngum. Þau eru misskaðleg, sum kannski hafa lítil áhrif og önnur meiri áhrif. Hringgormurinn líklega það sníkjudýr í þorski sem flestir kannast við, en mikil áhersla lögð á að fjarlægja hann við vinnslu. En geta þessi sníkjudýr reynst mönnum hættuleg? Það mjög lítið af því. Það nú í rauninni bara hringgormarnir. Geti verið varasamir fólki. Önnur þessara tegunda, það að segja þessum kallum hvalorminn sem erfiðar að greina. Hún hvít og svona samlit holdinu. Ef hún berst lifandi ofan í manna, þá fer hún á svo kallar flakk. Hún þekkir sig ekki sínu rétta hýsli, hún vill fara ofan í hval. Og þá getur hún farið á svo kallar flakk og farið út í líffæri og gefur reyndar frá sér efni sem talið að sé það sem veldur veikindunum. Og það nú engin staðfest tilfelli hér á landi þetta, en þetta mjög þekkt víða erlendis þar sem að fólk að borða hráan eða illa soðinn fisk eða marineraðan, en þetta drefst við frystingu. En það það eina sem ég þurfum að ágjöra af sem getur borist þorski í fólk, þó þessu allar þessar tegundir, að jafnvel þó bærist lifandi ofan í manna, þá myndi það ekki gera manninn neitt.